Þetta svona, já, toppurinn á landsliðsferlinum kannski, gærdagurinn. Já, svona allavega einhvers staðar í toppnum. Þetta var svakalegt. Að taka þátt í þessum fyrsta sigri og svona ná stórum áfanga, brjóta ákveðin ís. Já, fyrsti EM-sigurinn hjá íslensku kvennalandsliði í handbolta, þannig að maður getur ekki beðið meira svo sem. Og svona stóran hluta leiksins gekk bara vel. Já, ég er mjög sátt með frammistöðunum hjá okkur allan í fyrri hálfleik og síðan náttúrulega byrjum aðeins að rúlla hann í seinni og keyrum minna, þannig að þetta var svolítið tæft þarna á tímabili en aldrei hættu fannst mér. Nei, en svona kannski aðstæðurnar voru þannig að bæði náttúrulega kannski kemur eitthvað svona stress í mannskapinn og þeim er góða forystu og þær fara að sækja á og þetta er svona margt sem leggst kannski á eitt. Já, algjörlega, vorum kannski að fara að reyna að halda í eitthvað sigur þarna, eða verja eitthvað sigur og í staðinn fyrir að rúlla bara yfir þær, en þetta tókst. Nú er bara framöndan, þá leikum við Þýskaland og þú hefur leikið í þýsku deildinni frá því í haust, þú þekkir nú aðeins til. Já, það eru flestar þarna sem spila í Þýskalandi og við Díana erum búin að mæta þeim núna fyrir jól og við erum með eitthvað smá info en þetta er fyrst og fremst bara fókus á okkar leik og spila hann vel. Og það er meira þess að einhverju liðsfélagar ykkar í liðinu. Reyndar heltist nú einu lestinni ekki sett? Jú, nákvæmlega. Það er vinstri hornamaðurinn sem er með okkur núna í liði og vinstri skyttan í miðjumeitt, þannig að það er bara hún þarna í horninu. Já. Það er bara að fara í þennan leik af fullum krafti? Algjörlega, bara sýna hvað í okkur býr.